Það hlýtur að léttir að vinna þennan nágrannaslag. Já, heldur betur. Þetta var það er mikill léttir að vinna, það er mikill léttir að fara bara með sigur í jólafríð, bara svona góðan sigur. Þetta hefði verið mikil barátta og það hefði verið mikið spennustig og hátt, þá svona var þetta eiginlega aldrei í hættu, þannig að við erum bara ánægðir að vinna þennan leik. Svolítið skemmtilegur leikur upp á það að gera þegar Selfoss og Mílan að þau eru tekið eftir með áhorfendurna, það er eins og þau veit ekkert hverju að hvort þau að klappa eða. Já, ég svo sem veit það ekki. Mér finnst samt alltaf vera ágætt stemming upp í stúku. Ég held að menn séu einhvern veginn að horfa á það, við erum náttúrulega með fullt hús í dag og menn séu kannski að horfa á það, séu ekki allir brjálaðir fyrir annað lið. En svona, mér finnst samt bara fínasta stemming og bara gaman að fólk verið á mætt, sko, aðalega það. En leikurinn sjálfur hrikalega jafn, en þið voru nú með á svona síðustu 10 mínúturnar og voru með á allan leikinn. En í restina þá hlýtur að hafa verið svona smá stressaður þegar nýtt geta niður eitt. Ég var stressaður í eitt skipti, það var svona þegar við fengum þess að 2 mínútur og vorum 3 mínútur eftir. Annars vorum við með hennar leik algjörlega og ég vissi alltaf að við myndum vinna hann. Það var kannski eina að fór hann þegar við fengum þessar 2 mínútur. En mér fannst það voru ákveðnir leikmenn á mér sem að spiluðu stórkostlega vel í dag. Elvar Örn Jónsson og Teitur Örn Einarsson voru frábærir sóknarlega og mikil gæði á þeim. Örn Þrastar kom inn annan leikinn í röð á miðjuna og bara hann kann leikinn. Ef Örn bara næði að haldast heill og væri í betra líkamlegu standi þá væri hann gífurlega mikilvægur leikmaður í þessa deild og hann getur ennþá komist þangað og við ætlum að koma honum þangað. En svona mér varst þessi tveir í skiptunum með okkur, þeir voru frábærir og þess vegna heila bara höfðu við þetta, sko. Ef þú lítur tilbaka, nú ekki fleiri leikur fyrir nú langt frí. Það verður erfitt eða ekki að halda strákunum á tánum, þú ert með svo marga unga graða menn þarna? Já, svona bæði og. Nei, svona fyrir að fyrsta, ég held við séum bara ánægðir að fá smá leikjafrí og aðeins svona að ná að jafna okkur. Það var svolítið síðan við náðum að halda svona stabilum 14 mönnum á æfingu og náðum að hæfa svona 2 fullu liðum, þannig að við erum búin að vera alls konar lausnir við æfingarnar hjá okkur, en strákarnir hafa verið gífurlega jákvæðir og svona góður andi í þeim, þeir hafa aldrei dottið neitt niður. Þráttur við tapað leikjum í daginn þá svona náðum við enda vel fyrir jól. Þannig ég held að vera ekkert erfitt að halda þeim á tánum, ég held bara að menn verið ánægðir að fá smá jólafrí, ná sér og síðan bara munum við æfa bara svo brjálæðingar í janúar. Við erum einmitt að fara á fund með honum Vésteini á mánudagina sem hann ætla bara, þar sem hann mun lesa yfir okkur og segja okkur hvað við erum að gera. Við hlustum bara á háttvirtan Véstein Hafsteinsson í þessu, það bara þannig. En þá öðru með fyrri umferðina eða svona fyrstu umferðinar, hvernig hefur þið fundið svona tímabili vera? Já, bara á okkar leiti, ég er búinn að vera mjög sáttur hvað við erum búin að ná að vinna marga leiki og það að við séum jafnir í 2. til 3. sæti eiginlega bara frábært svona miðað við hvernig staðan á liðinu. En ég held hins vegar að maður svona horfir yfir deildina þá Stjarnan náttúrulega með besta lið. Og ef svona allt eðlilegt þá náttúrulega Fjölnir að fara að taka annarsæti. Í raun eitthvað hjá Fjölni ef að þeir klári ekki svona annarsæti og fari ekki upp svona með hvernig staðan á liðan. Ég myndi segja það, en að sjálfsögðu munum við reyna að berjast og reynum að bæta okkur og reynum að komast næri svona pakka, það bara þannig. Mér langaði að spyrja áðan þegar þú nærði ekki fullan mannskap kannski á æfingum alltaf. Þú ert náttúrulega með hliðarlínunni svona miklar gamlar handboltastjörnur, hefur ekki látið Grím taka í bolta bara á æfingum? Já, svona liggum við. Grímur, Jóndi var nú góður í skyttinu og sjálfur allan fannst mér að vera góður á vítapunktinu. En nei, það svona, en við bara nýtum æfingarnir í annað en svona þegar líður á janúar þá verðum við með fleiri heila leikmenn og þá bara svona verður þetta flottar og betra hjá okkur. Basti hættur, ég sá þig falla tár hérna á tímabili. Já, svo bæði og Basti stórkostlegur leikmaður og bara mikilvægur maður í sögunni á Selfossi og bara gaman að hann hafi náð þessum 700. leik. Bestu þakkir.